Komið sæl og kæra þakki fyrir að bjóða mér hingað. Ég 111 ára afmælishátíð, ég áttaði mig sérst ekki á því að það hefði ekki verið 110 ára afmælishátíð sem svona kannski eitthvað sem eðlilegra, hefðbundnara og það var pólitíkin að kenna. Það gerðist svolítið líka síðastliðið haust nefnilega. Ég hélt að þetta væri einhvers konar fyndin tilvísun í lestrarnám Ólafs Kárasonar ljósvíkings í Heimsljósi þegar mig minnir hún hafi heitið Magnína heimasætan var að kenna honum að lesa og hann stautaði sig fram úr setningu sem hófst á illmeðferð á dýrum og las 111. meðferð á dýrum. Einhvern veginn hélt ég að þarna væri einhver að segja djúpan brandara, en það er ekki, þetta var bara pólitíkin að kenna eins og flest annað sem fer miður í lífinu hjá okkur í dag. En ég ætla að fá að segja hér nokkur orð sem ráðherra þessa málaflokks, þessa mikilvæga málaflokks og eins og við öll vitum höfum við mannfólkið í árþúsundir hagnýtt dýr í okkar þágu. Við höfum hagnýttu til matar, til samgangna, við flutninga og fleira, en líka auðvitað sem mjög dýrmætan félagsskap. Og að samaskapi vitum við auðvitað, dýr eru skyniskættar verur sem hafa sjálfstæðan tilverurétt og öll dýr eiga að njóta virðingar, verndar og velferðar og það er svo okkar að tryggja það. Frá því að nú gildandi lög velferð dýra tóku gildi hér á landi fyrir rúmum áratug hefur orðið bylting á meðferð dýra til batnaðar og á sama tíma hefur meðvitund almennings almennt varðandi meðferð á dýrum og velferð dýra bara heilt yfir gjörbreyst og það er auðvitað líka fagnaðarefni. En betur maður duga skal og við þekkjum vel þau alvarlegu dýravelferðarmál sem hafa komið upp og líka að viðbrögð stjórnvalda við þeim sæta á stundum gagnrýni. Ríkisstjórnin leggur áherslu á heilbrigði og velferð dýra. Dýravelferð og dýraheilbrigði verða raunar ekki aðskilin. Hugtökin lýsa sitt hvoru hliðinni á sama pening og það er dýrið sjálft, ef svo má segja. Hugtakið dýraheilsa nær til hvoru tveggja. Dýraheilsan byggir á andlegri og líkamlegri líðan dýra, en bæði er háð heilbrigði og velferð. Heilbrigði dýra veltur á vörnum og viðbrögðum við sjúkdómum eða heilsubresti. Hvort heldur það eru meiðsli, smitsjúkdómar eða aðrar ástæður sem liggja að baki. Velferð dýra veltur svo að aðbúnaði sem dýrunum er búin og meðferð okkar á þeim. Áherslan er á báða þætti, á dýraheilsuna sem nær bæði til heilbrigðis og velferðar. Við þekkjum að Matvælastofnun hefur sætt gagnrýni fyrir eftirlit með velferð dýra og það eru auðvitað engin yfir gagnrýni hafin og gagnrýni á náttúrulega að leiða til úrbóta. En það er líka óvarlegt að alhæfa eftirlitið í heild út frá einstökum tilfellum, þar sem oft liggur mjög flókin saga að baki. Matvælastofnun sinnir mikilvægu starfi hvað varðar dýraheilsu og þar vinnur fólk af heilindum, en við þurfum að finna leiðir til að efla traustið. Innan ráðuneytisins eru unnið að heildarstefnumótun á málefnasviði dýraheilsu. Það eru til skýrslur málefnið, meðal annars frá Dýraverndarsambandinu og frá Ríkisendurskoðun sem eru verðmætt innlegg í þá vinnu. Einnig horfum við til þróunar erlendis og þá einkum til alþjóðlegra stefnu eina heilsu, þar að segja samofna heilsu manna, dýra og umhverfis. Því þessi málefni verða ekki aðskilin og það eru við að ná utanum æ betur. 60% allra smitsjúkdóma í fólki eru svokallaðar súnur, en það eru sjúkdómar sem berast á milli manna og dýra. Auk þess er alkunnugt auðvitað að dýr stuðla að veljiðan fólks. Sem ráðherra málaflokksins ætla ég að vinna að bættri dýraheilsu og vanda til verka. Ég tel rétt að færa ekki málaflokk dýravelferðar í umhverfisráðuneyti þó ég efast ekki að samráðherra minn hefði valdið því verkefni vel. Það er lögð áhersla á málaflokkin í atvinnuvegaráðuneytinu. Já, ég að færa hérna til glæru eins og engis í morgundagurinn. Vel gert. Kemur vinur minn og bjarga mér.
Ráðherra þykjast ráða öllu. Gjörðu svo vel. Við leggjum áherslu á þennan málaflokk í atvinnuvegaráðuneytinu og þar eru samlegar áhrif við aðra málaflokka sem styrkja vinnuna enn frekar, einkum dýrasjúkdómana sem eru nátengdir dýravelferðinni. Ég hef til dæmis beitt mér fyrir því að láta kanna möguleikana á því að neyðarlínan 112 taki við ábendingum frá almenningi dýr í neyð, nokkuð til að treysta samstarf milli stjórnvalda í þágu aukinna dýraverndar. Þetta er auðvitað lítið skref en þetta gæti verið mikilvægt skref í stóru myndinni. Stefnan er síðan að leggja fram frumvarp endurskoðun á löggjöf málefnasviðsins á fyrirhluta þessa kjörtímabils og við treystum auðvitað á gott samtal við dýraverndarsambandið í þeim efnum, bæði við vinnuna og í því sem kemur í kjölfarið. Stefna okkar er einfaldlega skýr. Við ætlum að treysta enn frekar dýraheilsu í landinu. Ég ætla að óska ykkur til hamingju með 111 ára afmælið Dýraverndarsamband Íslands og bestu þakkir fyrir ykkar mikilvægu störf í þágu dýrana og samfélagsins og gangi ykkur og okkur öllum áfram vel í því að tryggja dýravelferð í þessu landi. Ég þarf því miður að fara núna og hitta Höllu forseta og fleiri út af öðru máli. Veit að þið eigi góðan dag hér fyrir höndum og hlakka til að taka áframhaldandi samtal við ykkur. Til hamingju og takk.